það er sérst þannig að þú bara tekur hárið bara, skiptir í hérna, tekur með bara kannski við augun hérna aðeins, skiptir hárinu svona, tekur efri partinn bara, skilur hérna neðri eftir, myndar tagl úr þessum parti af hárinu. Ég skal til að greiða þetta aðeins aftur á bakinu. Bara venjulega til. Festir þetta. Mér finnst það flott að toga hárið aðeins svona, þannig að koma aðeins meira svona volume á hana. Það sést bara að koma svona venjulegt tagl hérna. Það sem ég gerir er að taka taglið bara og færa aðeins frá. Taka svo það sem er restina sem eftir er hárinu. Draga þetta bara svona aftur á baki, annað tagl fyrir neðan. Svona. Festi það bara með þeirri líka. Það komið svona minna tagl. Svo er það bara að setja svona. Það sem þetta gerir er eiginlega búið til gervilengda hárið, eða sem sagt lætur taglið virðast mun lengra heldur en það er venjulega, af því að þið takið neðsta partinn og hann nær að njóta sín, eða lengdin í neðsta partinum nær að njóta sín, en þið fáið samt lúkið af háu tagli sem sagt. Setjum bara hérna beint fyrir ofan þeina. Svo er líka bara mjög sætt að vera bara með slegihár, krullahár, sléttahár, saman hvað það er. Taka toppinn, taka aðeins hérna megin líka, beygja hann svona hérna yfir. Ef að þú ert ekki með svona, ég svolítið mikið volume í hárinu á mér, þá er góð leið til dæmis að nota þurrsjampó í toppinn og ýfa það þannig og það lyftist aðeins upp, eða bara túpur á rótina hérna partinn sem ætlar að lyfta upp. Setur það bara svona saman hérna. Lyftir aðeins upp. Heldur ég bara kyrru. Tekur sleifuna. Festir hana. Svo komið mjög fljótlega einfalda kortlega greiðslu.